Davíð 2-0 á móti Þór, ég heyrði það í fögnuðu vel inn í klefa. Hvernig var komin í þennan leik eftir 2 tapleik í röð? Bara fínt. Mér fannst við spila virkilega vel á móti Gróttu. Vantaði bara lítið upp á þetta á síðasta þriðjung og við unnum í því fram að þessu leik. Og við sáum bætingu á liðinu og mér finnst hérna hafa verið, þrátt fyrir þessi 2 töp þá fannst mér hafa verið fullt af góðum og jákvæðum punktum í liðinu. Og líka bara eins og í dag að við vorum alveg frábærir í fyrri hálfleik og svo strax í byrjun seinni kemur rautt og þá breytist leikurinn og þá líka fannst mér sjást gríðarleg liðseild í liðinu og mikill vilji til þess að klára þennan leik almennilega og menn bara lögðu sig alla fram og það eru svona leikir þegar menn þurfa að fara aðeins upp brekkuna. Það sem að mér finnst sjást styrkurinn í liðinu og mér fannst við sýna styrk liðsins eiginlega bara á alla vegu í dag. Þessi frammistaða í fyrri hálfleik var bara frá mér séð bara frábær. Hvernig var nálgunin í leikinn? Varstu að íta á bara 90 metra sem stökkball frá síðasta leik? Eða hvernig sástu það? Við náttúrulega bara eins og ég sagði að við vorum mjög sáttir með spilamennsku liðsins í síðasta leik. Fyrir utan kannski síðasta þriðjung. Og við bara ákváðum að vinna á því, og bæta ofan á það. Og í dag náðum við heildarframmistöðu, bæði, eins og ég segi, í seinni hálfleik þegar við þurftum aðeins að fara upp brekkuna og eins líka bara sóknarlega í fyrri hálfleik. Þá fannst mér frábærir og stöðugt ógnandi og mér fannst, þrátt fyrir að þeir hafa verið fleiri í seinni hálfleik, að ég hefði aldrei áhuga að myndi skora. Ég held að við höfum spilað í 120 mínútur, þetta er ekki náð í marki. Mér finnst það sýna styrk liðsins og við höfum sýnt það í allt sumar að við erum gríðarlega sterkir varnarlega og þéttir fyrir og það þarf ekki að fara mikið yfir tölfræði liðsins til að sjá það okkur við vantar aðeins mörk og það er kannski útskýrist af því að Albert náttúrulega er ekki búinn að vera með okkur í sumar og Conor Simpson hefur verið í smá brasi, bæði meiðslega séð og eins að ná að klára færi sín almennilega en hann gerði það frábærlega í dag og Þóri líka stíga upp og þegar aðri dettu út þá verða aðri að stíga upp. Kemur inn á Þóri og þetta mörkin sem þú skora. Segðu mér það frá bara sóknar pælingunum. Er það að leita af krossum inn í teig og svo vona besta bara þar? Já, við erum náttúrulega búin að fara svolítið yfir þórsliðið og sáum á mikið bil á milli lína hjá þeim í mörgum leiki sem við höfum að spila og eins er mikið pláss á bakvið þá og við ætlum að reyna að nýta okkur það í dag og vindurinn gerði okkur reyndar aðeins erfitt fyrir að reyna að komast á bakvið þá sérstaklega í fyrri hálfleik en þá fórum við bara á milli lína hjá þeim og gerðum það vel og svo náðum við aðeins að fara á bakvið þá í seinni hálfleik og fá einmitt krossana inn og það gekk líka vel. Var eitthvað í leik Þórs sem kom þér óvart? Nei, í rauninni ekki. Ég bara kem líkt því sem maður séð frá þeim í sumar. Við erum alltaf núna búin að fara í 5 leiki án þess að skora mark. Ég held að marka bara þessi 10-0 og þeir þurfa bara að vinna í því og þetta er samt eins og maður veit með Þórsliðið að þeir koma alltaf inn klárir í fæting og hjarta í liðinu og því ber að hrósa. Ég er ekkert að setja út af þá en þeir vantar að skora mörk sérstaklega upp á síðkastið og alveg sem okkur. Þannig að bara vinna í því áfram. Þetta rauðaspjald sem Ásgeir Frank fær, hver er þín sýn og bara upplifun á allt sem þú bara hefur heyrt frá öðrum líka í kringum þetta? Bara dómarinn er að gera sitt besta og bara ég ætla ekki að kommenta það. Ég held að ég sé búinn að einblína of mikið á að vera að kommenta á dómar í sumar og maður verður bara að trúa því að allir sé að reyna að gera sitt besta en vissulega svona stórar ákvarðanir sem hann kannski ekki alveg dóttir með okkur en fyrst og fremst bara frábær liðsheild í dag hjá okkur og við erum bara að horfa í það. Ég vil bara spyrja út í þessi 2 töp í röð. Er þetta líka svona reality check hvað hefur í raun gengið ótrúlega vel frá stofnun félagsins? Nei, menna, IBVF-leikurinn 50-50 leikur, tapast á einu marki og einhverja stórar ákvarðanir sem fjall ekki með okkur þar og svo komum við inn í Gróttuleikinn og erum töluvert betri í nánast allan leikinn og það er ekkert við því að gera nema bara halda áfram og bæta okkar leik og mér fannst við sína það í dag að við erum tilbúin að gera það og það er engin uppgjöf í okkur. Við ætlum okkur bara að halda áfram og hvar svo sem við endum í töflunni þá er það bara einn leikur í einu eins og maður segir og bara áfram gakk og við ætlum bara að trúa á þetta og það er mikill munur að lenda ykkur staðar miðja deildi heldur en að vera í sætinu sem að rétt komst ekki upp eða hvar sem við endum, þannig að við ætlum bara að trúa á þetta og keyra á þetta. En þessi staðreynd að hafa aldrei tapað 2 leikum bara fyrir akkurat núna, þetta er alltaf impressive. Já, og bara gaman að því og allt það en við þurftum bara að stíga í dag og við höfum ekkert að spá í því hvort við höfum að tapa 3. leiknum í röð eitthvað, við höfum aldrei gert það áður. Fótbolti snýst ekki um það og eins og
góð vinur mér sagði þetta bara game of margins og hérna, leikurinn í dag, eins og ég segi, bara frábær svör sem við fengum frá liðinu í dag og það var svolítið það sem við lögðum upp með sérstaklega hérna fyrir leik, bara núna inn í klefa að nú væri þetta bara undir þeim komið og við værum ekkert að fara í eitthvað svakalega pep talk og við eiginlega gáum bara klefa svolítið eftir að og við löpum bara út og þeir bara peppuðu sig sjálfur í þetta og maður veit alveg að allir sem hér eru að þeir bara eru hér til að standa sig og það ekkert annað í boði og bara við, eins og ég segi, við æðum bara vel fram að leiknum og vorum bara klárir. Staðan á Davíð og Gulli Fannari, hvernig er það? Gulli Davíð fór í aðgerð í dag, hann er kynbeinsbrotinn og líklega eitthvað sprungi í kjálkanum líka og Gulli tók með aftan í læri, en vonandi kemur fljótt tilbaka. Alexander, þetta er síðasta spurningin, Alexander, þú veist, þó að það getur verið mikið að gera, en öryggi sem hann er með þarna aftast, þetta er eitthvað, hvernig finnur þessi mann? Já, hann stóð sér frábærlega í dag og hann var ósáttur með sinn leik á móti Gróttu eða eitt atriði á móti Gróttu, þannig að það er skóra undir lokin og við bara peppuðum honum upp í það, finnum þessa markmenn, það er bara eins og annað, maður liggur bara yfir tölvunni að skoða eitthvað vídeo og svo er þetta bara lotterí, hvort að maður fái það sem maður heldur að maður sé að fá og hann er bara flottur gæi og mikill svona professionalismi í kringum hann og það er það sem við þurftum, það er bara mjög sáttur með hann. Takk fyrir þetta. Takk.